og velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Þá ætlum við að færa okkur yfir á Hrafnagil og forvitnast aðeins handverkið sem verður eftir viku. Velkomin Eva. Takk. Hvernig staðan í dag? Vika í handverkið og... Bara mjög mikil spenningur. Já. Já. Þið eru búin að vera á fullu bara undanfarna vikur og mánuði, jafnvel allt árið hjá þér eða hvað? Ekki allt árið, en síðastliðna mánuði, já. Já. Og það er búið að setja upp sýningakerfi í íþróttahúsinu. Já. Það er verið bara að setja upp veitingaskálana og allar merkingar og skilti og tjöld. Það rís bara smá þorp þarna. Já. Þetta er... Er þetta ekki svolítið átök? Hvernig farið að þessu? Þetta er náttúrulega bara allt sjálfboða liðar, þannig séð. Úr sveitinni? Já. Sem að, bara útrúlega duglegt fólk sem kemur að þessu og hjálpar til. Sem er orðið svolítið vant. Þetta er ekki fyrsta sinn sem handverkið er haldið? Nei, þetta er í 27. skipti sem hátíðin er haldin. Þannig að það er gott að geta gengið að þeim sem eru búin að vera þarna frá upphafi líku við. Og efnið í þetta allt er bara geymt einhvers staðar á góðum stað og svo riggið bara upp þessum sölubásum og skálum og hvað þetta nú allt heitir? Já, þetta er leikt sko frá Reykjavík allt. Ok, allt saman. Kaffi, já. Nánast allt. Okay. En það er eitthvað sem er til sem hefur verið í gegnum tíðina, svona minni einingar. Já. Þetta er náttúrulega orðin bara þekkt stærð, fólk veit alveg út af hvað þetta gengur, nafnið er lýsandi, þetta er hátíð handverk og inn í því er náttúrulega bara allt mögulegt. Já. Það er þetta, spuni, það er eitthvað núna sé. Já, semst í ár er þetta fullveldisafmæli og við ákvaðum að bjóða sérst heiðursgestum sem eru spunasystur, svona í tilefni af því. Og þær eru hópur kvenna úr Rangárvallasýslu. Já, ekki systur samt. Nei, en svona, þannig séð systur. Og þær eru held ég alveg upp í 16 eitthvað svoleiðis, sem hafa bara verið að hittast og spinna úr ullinni. Bara eins og var gert, bara með rokk og snældur. Hvað ert að segja? Taka bara ullarlagana með sér? Já. Eða hvað þetta nú heitir, og spinna. Já. Framleiða garn á staðnum. Já. Eru þær að selja það svo? Þær eru með eitthvað til sölu og svo ætla þær að vera bara með svolítið lifandi sýningu og leyfa fólki aðeins að pröfa og sjá bara hvernig þetta var gert. Og það þarf að passa sig að stinga sig ekki á sneldunni, er það ekki? Jú. En spennandi, hvar verður þeim komið fyrir? Þær fá alveg heila skólastofu bara inn í skólabyggingunni og verða með þar flotta sýningu. Og svo ætla þær að blása til hópspuna á föstudeginum klukkan 6. Megið þá allir koma með sinn rokk, eða? Já, þær hafa held ég sett sko met í þessu. Síðast voru held ég 63 sem mættu, þannig að þær... Er þetta komið í heimsmetabók Guinness? Ég er ekki viss, en það er spurning hvort það verði eftir næstu helgi. Það er skemmtilegt. Já, þannig að við bara hvetjum alla til þess að mæta með rokk og snældu og taka þátt. Spennandi að sjá hvað margir eiga svona heima hjá sér. Af því að maður kannski á svona eitthvað upp á punt en alltaf virki, ég veit það ekki, ég þurfti bara að koma með myndla. Þær geta þá örugglega aðstoða okkur við að koma í Áhugavert. Þetta er spunin, já, og svo eru þið búin að færa kvöldvökun eitthvað aðeins til? Já, við ákvaðum að pröfa í ár að hafa hana á 50-dagskvöldinu og hafa þetta meira bara sem svona opnunarhátíð fyrir sýnendurnar. Já, en mega aðrir koma? Já, mega aðrir koma, en það er fyrirfram skráning. Já. Það er skráning fyrir mánudaginn. Já. Og já, það er allir velkomnir, en þetta verður svona aðeins helgað sýnendunum meira. Og þá eru þið að veita viðurkenningu fyrir besta básinn eða fallegasta básinn? Já, það er fallegasti básinn, handverksmaður ársins og nýlið ársins. Þannig að það verður flottu verðlaun fyrir það sem fólk getur þá haft í básnum sínum alla helgina. Já, akkurat. Og svo er það skemmtiatriði. Það verður Andri Ívars uppistandari. Já. Hann ætlar að koma og svo verður Bjarki Sigurðardóttir sem ætlar að syngja fyrir okkur þjóðlög. Já. Heldur hún verða á upplut? Það er eitthvað þjóðbúningatenging líka, er það ekki? Já, það er líka í tengslum við þetta fullveldisafmæli. Þannig að við ætlum að bjóða öllum sem mæta í þjóðbúningi frítt inn. Frábært. Það mun setja svip svona á. Rífa fram þjóðbúningin. Já, ég held að sé nefnilega fleiri en maður heldur sem eiga svoleiðis. Sumir fleiri en einn, veit ég. En fólk kannski finnur aldrei tilefni til þess að nota þetta. Nei, þetta er kærkomið. Já. Þetta er náttúrulega ótrúlega fallegur búningur, sko. Hvað eru margir sýnendur, ertu með tölu á því? Þetta eru 99 svona stöðvar allavega. Já. Og sumt af því eru eins og kvenfélagskonur og
og svo ferðamálafélagið og sveitinu og svona. Já, allskyns básar, kynningar og smakk og nefndu og út alltaf svona smá miðalda vísir það ekki? Miðaldahópurinn sem alltaf á gásum. Einmitt, hann færi sér bara set og slæra upp tjaldbúðum þarna. Setur upp búður og gera alls konar. Já, akkurat. Mjög skemmtilegt. Og þetta þá svona það helsta komið, eða eitthvað fleira sem þú vilt taka fram? Það er kannski skemmtilegt að segja frá eins og fyrir börnin, þá verður leiksýning í Laugaborg. Já, þau komið mitt í síðasta þátt, já. Gutti og Selma. Já, 40 mínútna sýning sem að, það þannig að þú borgar þinn á hátíðina, þá ertu komin með miða á sýninguna? Fyrir foreldrana. Fyrir foreldrana, já. En það kostar 2.000 krónur fyrir börnin inn á leiksýninguna, en þau fá frítt inn á handverðshátíð. Já, það jafnast út. Þetta vinnur saman. Já. Og svo verður líka skrýmslasmiðja. Já, segjum þér aðeins frá henni. Það er ótrúlega skemmtilegt. Það er svona fjölskyldu fyrirtæki sem að Monstri, eða heit Monstri. Þannig að þetta eru svona íslensk skrýmsli. Þetta eru rauninni bara tuskubrúður. Já. Og skrýmslasmiðjan virkar þannig að þá geta krakkarnir bara komið, valið sér búk. Já. Og svo velja þau hendur, fætur, hár, augu og fara með á næsta borð og þar er einhver á saumavél sem sauma saman fyrir þau og svo fá þau til að sitja inn í. Er þetta eitthvað sem er tróðið inn? Já, svo er tróðið inn í þetta. Já, og svo er saumað fyrir, þannig að þau eru búin að búa til sitt eigið skrýmsli. Og sumir eru með 3 augu og kannski bara 1 fót. Er þetta að hafa hotn? Já, ég held að sé hotn og hár og skott og eitthvað svona, sko. Er þetta stóra brúður, veistu það eitthvað? Þetta eru bara svona þessi típiska bánsastærð, sko, ótrúlega skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Já. Er þessi smiðja eða þetta fyrirtæki búið að starfa lengi? Síðan í hruninu, þá byrjaði hún Alma-Sem með þetta að sauma peysur á túrista og var náttúrulega bara fullt af afgöngum sem hún fannst hún ekki geta hent. Nýtt þetta svona skemmtilega. Já, þannig að þetta er eiginlega bara búið að þróast ótrúlega skemmtilega og öll fjölskyldan hennar er bara í þessu. Hún kemur bara með hópa liði með sér og setur bara upp vinnubúður. Já. En þegar maður borgar sig inn einu sinni, þá er maður eiginlega komið með það ekki armband fyrir alla helgina, hvernig er þetta? Já, maður getur komið og farið á þessum dögum. Já, kostar 1.000 krónur inn og þá gildir það þessa 4 daga. Það er frábært. Takk kærlega fyrir kominu, Eva. Eitthvað svona á lokum, bara hvetja fólk til að mæta? Já, bara að gera að koma norður þessa helgi og einmitt fara á fiskidaginn líka og það verður pottitt gott veður. Er það ekki? Takk kærlega fyrir kominu og bara gangi ykkur súper vel. Takk fyrir mig.